Almenningi var helgina boðið að skoða 2500 fermetra nýbyggingu og pökkunarstöð útgerðarfélags Akureyringa á Akureyri. Tæknin og sjálfvirknin ræður ríkjum og það sem meira íslenskt hugvit svo til alls ráðandi og megnið af tækjabúnaðinum smíðaður hér á landi. Með bættum tækjakosti eykst sjálfvirknin, líkamlega erfið störf hafa verið tæknivædd. Framkvæmdatíminn var ekki langur. Formleg ákvörðun að byggja var tekin í október í fyrra. Við að taka í notkun 2500 fermetra nýbyggingu. Það sem við að þróa áfram vinnsluna, það sem við verið að gera undanfarin ár. Við að taka í notkun nýja og gjörbreytta aðstöðu fyrir ferskfiskafurðirnar okkar, pökkun og flokkun á þeim. Við með nýja lausfrysti, miklu stærri heldur en við höfum haft áður sem gefur mikla möguleika. Flokkun og pökkun á frostum afurðum líka. Það sem við ætlum bæði að pakka vörum frá UA og síðan að nýta stöðina til þess að pakka vörum frá Dalvík í neytendaumbúðir. Þar erum við að 2 eða 3-falda pökkunar getun okkar. Og svo þetta ekki síst ný vöruafgreiðsla, þar sem við erum með hitastýrða vöruafgreiðslu fyrir allar okkar afurðir. Sérstaklega mikilvægt fyrir ferskuafurðirnar sjálfsögðu sem við erum að reyna að halda í réttu hitastigi alla leið. Kostnaðurinn 1,5 milljarður króna. Þegar slíkt hátækniver byggt eðlilega í mörg horn að líta hjá tækniteiminu á framkvæmdatímanum. Jú, þetta búið að vera mikil yfirlega hjá okkur og bæði hér í þessu húsi og líka hefur við sótt náttúrulega þekkingu til starfsmanna á Dalvík, það sem náttúrulega sem við leggjum saman bara það besta sem menn geta lagt fram á báðum stöðum og það náttúrulega mikil þekking orðin til hérna í landvinnslunni hjá Samherja. Hraðinn á þessu hefur verið þó nokkuð mikil? Já, hann hefur verið mjög mikill og keyrslan á byggingastiginu var mjög mikil og við skiptum svo yfir í vinnslunni yfir í þetta hús núna í byrjun nóvember. Við gerðum það á stuttum tíma og þá voru flestir hlutir orðnir klárir þegar við fórum í þá framkvæmd og síðan hefur þetta verið í vinnslu hér. Ja. En þegar þið fóruð að stað, vissuðu nokkurn veginn hvað þið vilduð? Já, þegar við fórum að stað, þá vissuðu það nokkurn veginn. Það var svo sem búið að liggja yfir þessu lengi og búið að vera að tala margt af þessu í mörg ár má segja og við með ákveðna sýn á það sem við vildum, já. Hér mikið tækni nýjungar. Já, þetta hátækni hús. Við í rauninni að þróa vinnsluna yfir á næsta stig. Þetta svona stóra breytingin sem kom með flæðilínunum fyrir 20 árum og þá teljum við að við séum að stíga næsta skref núna. Það ekki bara í þessu húsi, inni í vinnslunni erum við að taka í notkun nýja hátækni röntgenstýrða vatnskurðarvél sem einfaldar léttir störfin inn í húsinu, þessi erfiðu störf við að snirta og skera út beingarð og bita og þar erum við að taka stórt skref sem tengist þessum breytingum Allt miðar það að því að reyna að létta þessi erfiðu störf. Það eru róbótar til þess að raða á bretti, svona einhæf erfið líkamleg störf sem við erum að létta. Þannig að þetta svona okkar framtíðarsýn að efla landvinnsluna. Og þetta eitt skrefið, annað skrefið verður stigið á næsta ári þegar við fáum nýtt skip. Það verið að smíða nýjan ísfisktogara fyrir félagið. Þannig að við höfum bara fulla trú á landvinnslunni og þetta svona hluti af því. Fyrir starfsfólkið sem að hér breytingin fyrir starfsfólkið umtalsverð? Já, það má segja að í staðinn fyrir svona erfið líkamleg störf þá koma kannski svona frekar eftirlitsstörf og svona umsjón. Þannig að starfsfólki mun eitthvað að fækka en við höfum ekki sagt neinum upp og ætlum ekki að gera það. Þannig að það verður svona þessi erfiðu störf munum vonandi hverfa en koma í staðinn svona eftirlits og umsjónarstörf. Íslendingar standa framarlega þegar sjávarútvegur annars vegar og í þessu nýja húsi útgerðarfélags Akureyringa íslenskt hugvit alls ráðandi. Þetta að langstærstu hluta íslenskt hugvit. Og þetta í rauninni, við í rauninni setjum þetta saman sjálfur með þeirri þekkingu sem til í landvinnslunni og við vitum hvað við viljum og við fáum svo til liðs við okkur fyrirtæki
sem eru með það sem til þarf til að búa þetta allt saman og komið svo saman. Svona í alþjóðlegu samhengi, hversu fullkomin vinnslan hérna orðin? Ég held að þetta gerist nú ekki fullkomnara, ég held ekki víða allavega. Ekki í svona bolfiskvinnslu. Nei, ég held ekki. Þannig að við erum komin mjög framalega í heiminum þar á tæknistiginu. En allt miðar þetta náttúrulega að því að búa til þær vörur sem neytandinn vill og geta skila þeim á réttum tíma og svo framvegis. Þannig að við teljum okkur vera í allra fremstu röð og þar ætlum við að vera. Þeir Gestur og Atli segja að allir hafi lagt sig fram að skila góðu verki. Keppnisandinn hafi verið ríkjandi. Einhverjir hafi til dæmis slegið sumarleyfi á frest. Atli segir að enn eigi eftir að fínpússa ýmis atriði, svona rétt eins og gengur og gerist þegar slíkar tækninýjungar að ræða. En þetta var flókið verkefni sem að tæknifólk Akureyrar innan með leystu frábærlega. Þarna hérna verið að setja saman gamalt og nýtt, þannig að verkefni kannski miklu flóknara heldur að lítur út fyrir að vera þegar svona inn í þessu lokið. Þetta var svolítið svona íslenska aðferðin. Já, þetta tók ekki nema 6 mánuði og það var tekið á því en það náðist mjög samstæður hópur að klára verkið og það gekk eftir. En þegar maður lappar hérna þá sér maður strax að íslenskt hugvit, það virðist vera alls ráðandi. Já, það hugvitið í hæsta gæðaflokki og menn eru mjög framsýnir og það nokkuð með okkur Íslendinga. Við viljum alltaf gera aðeins betur og við höfum kjarkinn til þess að þora að prófa og það skilar sér svona. Er þetta hús, svona eitt fremsta þá húsið í heiminum í hvítfiski? Við teljum svo vera. Við ætlum okkur að vera í fremstu röð og þetta hjálpar okkur til þess, en á sama tíma erum við alltaf að leita leiða til að gera störfin léttari. Þannig að í þessum tilfellum sem hér verið að taka erfið störf út og tæknivæða þau. Þannig að það þá meira að vera að fylgjast með hlutum. Þannig að svona líkamlega erfið að minnka og það erum sjálfsögðu mjög ánægðir yfir. Það hefur verið væntanlega fyrir ykkur svolítið spennandi að fylgjast með þessu? Já, það alltaf gaman í aksjón og breytist ekki neitt og mjög gaman og sérstaklega því að hlutinni gengu upp og klárast á þeim tíma sem það átt að gerast. Þetta meira að minna allt íslenskt, það að segja húsið sjálft íslenskt og stærsti hlutin á bónanum íslenskur, þannig að þessi stefna Samherja fyrst að vinna með fyrirtækjum hér á svæðinu og svo Íslandi, að hún kemur mjög vel í ljós í þessu húsi og ég held að það muni vekja athygli út um allan heim.